Heyrðu, þá komið að því að bara smá hringi í kringum hnöttinn, skoða aðeins heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarsinni sem staddur á Akureyri, þar sem hann prófessor. Heyrðu, Hilmar, við verðum ekki að byrja í Íran. Kannt þú að segja mér hvort það sé vopnahlé eða ekki vopnahlé, hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei? Já, ég var að horfa á CNN bara nú rétt áðan og þá voru þeir búin að telja það að Trump væri búin að segja 38 sinnum að minnstakosti að stríðinu væri alveg að ljúka á næstunni og það sé alveg að nást samningar. En það ekki einu sinni víst að það óljóst hvort það séu alvöru viðræður í gangi, en það bendir voðalega fátt til þess að það verði samið því að það bara stendur svo mikið út af og Trump hefur sagt að Persaflóin Hormúzsund eigi að vera opið, þessi alþjóðlegt svæði, alþjóðleg siglingaleiði eigi að vera opið en á meðan að Íranir eru búin að setja á fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og öðrum megin Íran og hinum megin er Óman sem bandalagsríki Bandaríkjanna og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað einhvers konar tollkerfi, þannig að hvert skip sem fer að í gegn greiða ákveðin toll sem getur verið $1 á hverja tunnu og þá svaraði Trump á ríkisstjórnarfundi að þá myndi hann sprengja Óman í loftu og þetta bandalagsríki Bandaríkjanna. Þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth, hann er mjög herskár, talar mjög á herskáan hátt Íran og það semja við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump. Þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangurs fyrir utan það að Íran er land sem að held ég að sé þeirri stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu. Þeir eru búin að vera undir viðskiptaþvingunum svo lengi, alveg frá 1979 og þeir geta haldið þessu áfram. En sko, svo þá áttu við að þeir telji að Bandaríkin þoli ekki langt stríð. Þannig ef það sé hægt að tegja þetta áfram þá verður staðan eiginlega alltaf verri fyrir Bandaríkin. Já, sko, það er náttúrulega fyrir Bandaríkin og allan heiminn. Trump er á viðkvæmu staða því að hann er með kosningar í nóvember. Hann er ekki að fara í forsetaframboð aftur, væntanlega, en hann þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það eru midterm elections í nóvember. Þannig að það er erfitt fyrir hann og mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að þó að þeir í samið á morgun sem eiginlega enga líkur á, bara 0 nánast, að þá tæki töluverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, jafnvel einhver ára að koma allir í fullkomið lag. En allavega Íranir eru að gera kröfu alls konar hluti, til dæmis sko þessa tolla og alls konar bætur fyrir stríðið og það sé losað eignir sem hafa verið fristar sem þeir eiga og ég veit ekki hvað og þetta er allt saman mjög erfiðar kröfur fyrir Trump. En það getur verið að Trump þurfi á einhverju tímapunkti að gera verulega tilstakanir ef hann vill fara að ljúka þessu eins og hann er að tala að gera og ég sé ekki alveg hvernig það á að líta út. Svo er náttúrulega Ísrael annar mál. Ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í ísraelska þinginu og þá sagði hann það að forsætisráðherra Ísrael þyrfti að hafa einn eiginleika sem allir forsætisráðherrar þyrfti að hafa og það væri það að segja nei við forseta Bandaríkjanna. Ef forseti Bandaríkjanna gerði einhverjar kröfur að geta sagt nei og hann endurtók það nei sko, hann verður að geta beitt neitunarvaldi gagnvart forseta Bandaríkjanna. En það má búast við því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og Netanyahu vegna þess að Donald Trump er undir mikilli pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllu olíu og gasi út af markanum það langan tíma, það hefur miklar afleiðingar og svona vitum við það áburður og ál og alls konar aðra vörur sem fara þarna í gegn. Þannig að Trump verður undir vaxandi þrýstingi að leysa þetta en á hina hliðina sér maður ekki og þess vegna er svona alvarlegt og svona haldið að reyna að semja þetta en á hina hliðina þessar tilslakanir sem maður verður að gera eru svo miklar
að maður sér ekki alveg heldur hvernig hann á að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völd eins og við vitum í Bandaríkjunum. Þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á að enda. Þetta náttúrulega algjör ósköp og Trump í pressu en hvað á hann að gera? Svo líka allt þetta herska á að tala að sprengja allt í loft upp. Það náttúrulega ekki eitthvað sem er líklegt að leiða til árangurs í viðræðum við land eins og Íran sem er í sterkri stöðu að það segja að þeir geta fyrir þá ég meina hvort að þeir eru með viðskiptabann einhverja mánuði viðbót eða árið eitthvað, skiptir þá ekki höfuð máli vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér fyrir halva öld. En þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu en þegar maður hlustar á þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig, þá segir hann að Íran sé í rúst, við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotann og þeir hafa eiginlega enga möguleika og það sama segir Hegseth, þannig að hann stundum verið ganga út frá því að Íran sé komið að fótum fram sem að þú ert eiginlega ganga út frá því ekki. Stundum segir hann að hann sé í samskiptum við menn sem að séu traustsverðir og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hjá honum einhvern veginn í þá veruna. En síðan gerist náttúrulega ekki neitt. Daginn eftir getur hann komið fram og sagt að það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur Írana, að þær var algjörlega fráleitar eins og það kemur bara ekki til greina að setjast í borðs eins og að ræða það út frá því. Þannig að þegar maður raðar þessu öllu saman að það einhvern veginn eins og þetta gangi bara ekki upp og maður er að velta fyrir sér, er Trump eða einhver á hans vegum í raun að tala við einhvern inn í Íran eða er það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að lítið þannig út heima fyrir eða er í gangi viðræður en Írani bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á. Hvernig á maður svona sem venjulegur maður á Vesturlöndum að meta það sem að okkur er rétt? Já, viðræður, það eru örugglega eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki fram í gegnum Pakistan miklu leyti. Pakistan er milliliður. Ég veit alveg það því ég hef verið í sambandi aðeins við Pakistan sérstaklega því ég hef verið í rannsóknarleyfi. Þeir eru að miðla málum eitthvað en það er bak við lokaðir, við vitum ekki mikið hvað það en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangus þarna og Trump er með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa mörgum ótrúlega, markaðirnir virðast trúa ótrúlega mikið því sem hann segir. Þó hann sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki. Það virðast markaðirnir sveiflast töluvert út frá því hvað hann segir í hver skipti. En varðandi Trump er svona að eyðileggja alla hernaði getu Íran, á hverju eru þá Íran að gera allar þessar árásir? Þau voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum. Þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kúvait, þeir eru að gera alls konar árásir. Ég var að heyra frá sérfræðingi í Bandaríkjunum sem ég tek mark á, sem sagði það að hafi það til innþjóðstöð Bandaríkjanna 80% af getu Írana var þetta eldflaugar sé ennþá í lagi, að það sé að þeir hafi mjög mikla getu ennþá og tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sé miklu minna. Þetta á víst að koma frá leyniþjónustunni. Nú, ég hef ekki aðgang að þessum gögnum sjálfur, en það er voða fátt sem bendir til þess að Íranir séu, ef að Íranir væru algjörlega varnarlausir, þá býst ég við að þeir myndu vilja semja, en það virðist ekki vera neitt í það átt að þeir séu að flýta sig. Og við sjáum líka það að þegar Íranir hafi verið að gera árásir á Líbanon, Ísrael að gera árásir á Líbanon, að þá svara Íran með eldflauga árásum á Ísrael öflugum árásum og Trump bað Netanyahu að hætta og því var hætti svo byrjar eitthvað aftur. Þetta eru svona takmarkar árásir sem verða en það talaði vopnahlé, það er vopnahlé þannig að þetta er ekki allsherja stríð en það koma öðru hverju eru árásir sem verða sem eru alvarlegar en það alvarlegasta verði það að færi algjörlega stjórnlaust og það yrði að Íranir myndu bara ákveða að eyðileggja þessi Gulf States í kringu sig, algjörlega, Kúvait, Sádi-Arabíu, Katar og þessi lönd, en ég held að þeir hafi ekki farið í það vegna þess að það myndi hafa bara svo miklar afleiðingar og þá myndi það líka því að þeir eru með allir gríðarlegur búnar, þeirra olíuhreinsunarstöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eyðilegt. Þannig að það er
samt þá árangur að sko stríð heldur áfram og sundið að mestu leyti lokað, en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til eyðileggingar, algjörur eyðileggingar í löndunum í kringum Persaflóann. En það náttúrulega hættan að þetta fara úr böndunum, og svo Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti, tala að sprengja allt í loft upp og eyðileggja allt. Ég held að sé ekki, sko, þú ert að tala að hann að segja sig alveg að koma. Sko, munum, sko, Úkraínstríðið búið að standa yfir núna í meira en 4 ár, og við erum að tala þá stöðu að það var að Witkoff fór ótalferðir aðalega til Moskvu að semja, og það var alltaf verið að segja já, við erum konum með 95%, sko, eða 99%. Eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var, og mjög langt að vera alveg að semja, en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja. Þú getur sett 20 atriði á blað, þar sem að kannski 15, 16, 17 þeirra eru eitthvað sem allir geta samið, sem mjög auðvelt að semja og hafa svo eitthvað 3 sem engilega að finna lausn á. Þannig að við vitum alveg það var talað það að vera alveg að koma lausn. Þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt, og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma einhver friðarsamningur þar, þannig að það kannski segir vissa sögu, þetta leiðilegt að segja þetta, en ég get ekki séð það á því sem að gerast í Íran, og þarna maður ekki bara hlusta á, þarna maður að hlusta á líka sem kallað mainstream media, fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla, og aðilar alltaf sammála það að það sé ekkert í farvatninu líkur á samningum, og þú sér það bara þegar CNN farið að segja 38 sinnum búið að segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið búið að standa yfir. Þannig að þeir eru bara að segja það að sé ekkert að marka sem verður að segja. Eða hvað, ég get ekki skilað það. En staðan þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Írana bak aftur eins og Hegseth og Trump virðast hafa haldið í upphafi. Þannig að þó að þeir séu með loftárásir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðunni í neinum grundvallaratriðum. Það er verið að reyna að halda stríðinu niðri svo að afleiðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðileggja vatnsrensistöðvar nágrannaríkjanna eða Bandaríkjanna þaðan sem Bandaríkjamenn gera árásirnar að einhverju leyti frá, sem kannski eðlileg viðbrögð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það er eiginlega enga líkur á því að það sé verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það er bara ekki að sjá að það verði. Ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá er hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðinni og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann hóf sjálfur. Þannig að það er eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast er að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verð á olíu muni enn hækka og afleiðingarnar af því að það sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá, með ennþá stærri hluta af áburðarframleiðslu, að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heimshagkerfið. Þetta er svona líklegast það sem er að fara að gerast næsta hálfa árið. Já, sko, maður sér það ekki. Auðvitað getur eitthvað verið að gerast á bak við tjöldin sem við vitum ekki og það er spurningin hvort að áhrifaaðilar eins og Kína fara að beita sér verulega. Þeir eru með olíubirgðir í langan tíma, en ef þeir sjá fram á það að það sé að ganga verulega á þeirra olíubirgðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagnvart Íran heldur Bandaríkin hafa, því þeir eru helsta viðskiptaland Íran, þannig þeir hafa töluverða slagkraft, og sama hefur Rússland líka, hefur töluverða áhrif þeir beita þeim, og það getur verið að ef að þessi lönd koma inn í þetta, að þá veitum við ekki hvað getur gerst, en það hefur ekki gerst, og auðvitað geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum hana. En það myndi bara hafa svo alveg, Bandaríkin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum. En hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því? Það er stór hættuleg aðgerð varðandi landhernaði, hann er vonlaus í Íran vegna stærðar landsins og fjölmennis. Og líka því að Bandaríkjamenn hafa enga hermenn að ráði á svæðinu, ég held að þetta ekki til hugar, Trump þetta ekki til hugar að gera það. Loftárásir duga ekki, það er alveg ljóst. Það er ekki hægt að beita sjóherðarna. Þess að skip sem að koma nálægt, þau eru bara skotin á kaf mjög fljótlega, þau koma nálægt ströndum Íran, þannig að það er engin hernaðarlausn á þessu, hún er ekki til.
nema kjarnorkuvopni, það ekki lausn. Það væri bara stefna öllum heiminum í voða. Þannig staðan, en bara málið bara það. En Hilmar, við erum að horfa á stríð í Úkraínu þar sem heldur bara áfram og það engin hernaðleg lausn á því, þótt að sé alltaf verið að halda því fram að einhverju fullnaðarsiður muni vinnast á vígvellinum og annað sé bara óbærilegt að ekki hægt að ganga að öðru, að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að þetta verður bara endalausar mannfórnir, endalaus þjáning, engin lausn, samt heldur það bara áfram vegna þess að möguleikin á því að ná niðurstöðu eiginlega engin. Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verði frozen conflict, það verði ekki neini samningar, heldur ekki tímapunkti muni ef sko Pútín búinn að segja hvaða markmið hann vill ná miklu landi og það er sko 4 óblast eða 4 héruð sem hann búinn að tala um að ná og hann búinn að taka Krímskaga. Úkraínumenn hafa talað um það að sko Zelenský var í London nýlega, þar var forseti Frakklands og forsætisráðherra Bretlands og kanslari Þýskalands og þá var að tala um það að þetta voru svona 5 atriði sem sett á blað varðandi hvernig þetta ljúka stríðinu og þá var sett á blað að víglínan sko, sem núna, hún myndi frjósa. En svo komu kröfur stríðsskaðabætur til Úkraínu og alls konar kröfur. Það koma spurningar hvernig og að það fari alþjóðleg hersveit inn í Úkraínu, skilur, það er sem að Rússar hafa aldrei vilja á þessu stríðið, að þeir vilja ekki hafa erlendar hvorki NATO hermenn eða hermenn frá NATO-ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín. Þannig að þarna aftur eitthvað sem stríð hófst út af þessu, spurningum NATO, aðild Úkraínu, Evrópusambandsins, þarna ber ábáslega mikið á milli. Þannig ég held að það sé rétt, og þarna verður ekki friðarsamningur, það getur orðið frozen conflict. Núna hafa Úkraínumenn verið að ná árangri með drónum, sko, valda miklu tjóni í Rússlandi, og það tvíeggjas verð vegna þess að við erum í stöðu að sko Bandaríkjamenn held ég að Vesturlönd hafi allavega Bandaríkin vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðast á orkuinnviði Rússlands. Við vitum að það erfitt að verja það, alveg eins og Bandaríkin gátu ekki að því að virðist varið orkuinnviði í ríkjana við Persaflóa, þó Bandaríkin séu öflugasta herveldi í heiminum, ekki á því. Þeir gátu þó þessi á margar hefstöðar þarna, að þá var samt tjón á orkuinnviðum í Persaflóa. Rússar hafa ekki getað varið sitt alveg, og það hefur orðið töluvert tjón. Þetta þýðir að framboð af olíu í heiminu verður minna og það hefur áhrif á alla, líka okkur. Hér alltaf verið að tala um vextina í okkur, því það minna olíuverð á markaðnum, þá hækkar olíuverð og olíuverð náttúrulega þýðir það að flutningskostnaðar hækkar og alls konar kostnaðar iðnaðar allan heim hækkar, það þýðir að innflutningur hjá okkur verður dýrari, það þýðir að verður verðbólga hjá okkur meiri og allan heim og það þýðir það að Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti sem náttúrulega ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar og nú við talað mikið vextin á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrinu og því allir saman en þetta er mjög slæm staða þannig að þeir eru að gera þetta og Úkraínumenn eru fyrst og fremst að hugsa að veikja Rússland en á meðan Bandaríkjamenn aflétta viðskiptaþvingunum og það er komin alveg ofsalega mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og Bandaríkjanna í afstöðunni til bara heimsmála og þú sér það sko að í Úkraínustríði það stórskaðaði NATO vegna þess að það er harðar deilur milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og Evrópuríkið NATO og svo Íransstríðið eiginlega gekk alveg frá NATO eða miklu leyti NATO í eins og forsætisráðherra fyrrum forsætisráðherra Danmerkur sagði nýlega sem var framkvæmdastjóri NATO að NATO væri bara í upplausn og þá líka er að því að Trump margsins búinn að lýsa því yfir að hann ætla ekki að standa við skuldbindingar þar. Þannig þessi 2 stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa er ennþá við þá hugmynd að sé hægt að beita viðskiptaþvingunum og þvinga Úkraínumenn Rússa í eitthvað sem við vitum að gengur ekki því þeir eru í viðskipti við lönd sem samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími er liðinn að það sé hægt að beita viðskiptaþvingunum þannig en það er rétt sko, það virðist ekki vera heldur nein lausn því að ég held að sko bili breikar með tímanum og það er verið að biðja um stríðsskaðabætur
og eftir þessi stríð heldur áfram það verið meira og meira tjón, sko Rússar hafi verið að gera harðar árásir á Kiev, valdi miklu tjóni þar og á mörgum borgum eyðilegt innviði og svo framvegis. Þannig að þessi 300 milljarðar sem eiga í gjaldeyrisvarafara sem frystur, það dugar hvergi nærri lengur þó að það verið allt tekið og það mjög hæpið að sé lagalega hægt að taka það og nema að hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd. Þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar. Þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál. Það mjög breytt bil. Frozen conflict myndi því að það yrði ekkert friðarsamkomulag. Stríðið myndi deyja út af einhverju tímapunkti og það yrði ekki samið neitt. Það myndi stöðvast. En frozen conflict, það sem er einhver svona frist staða eins og í Norður-Kóreu, hún gæti orðið brothætt. Þannig að þá geti stríðið haldið áfram bara seinna. Það geti komið hlé og síðan brostið aftur. Þannig að það yrði heldur ekkert voðalega góð lausn. En ég sammála þessari greiningu hjá þér, bæði varðandi Úkraínu og varðandi Íran, að það ber svo mikið á milli að það er erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning. Munurinn sá að stríðið í Íran er bara svo alvarlegt fyrir alla heimsbyggðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öfl eins og Kína komi inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína er í ofboðslega sterku sambandi við Pakistan sem er milligönguaðili og það er reyndar Rússland líka en sambandið milli Pakistan og Kína er mjög náið, alveg eins og sambandið milli Íran og Kína er mjög náið. Hvað er þetta að tala varðandi Kína í Mið-Austurlöndum? Að Kína komi inn eins og hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum? Eða er þetta að tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja Bandaríkin úr Mið-Austurlöndum? Þetta er ekki... Það er valkosturinn að Kína komi inn til þess að síða alla til tiltali. Það eru þeirra hagsmunir. Já, það eru þeirra hagsmunir en aðilarnir sem eru að stríða að maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi, þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þeir verði bara að ná einhverju samkomulagi, ég sé ekki hver hvatinn þetta verða, ekki nema ekki alltaf Kína að beita Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum. Já, sko, Kína er aðal viðskiptaaðili Íran og Íran þeir eru að kaupa megni af því sem að Íran er að framleiða er keypt af Kína. Þannig það er mikilvægt viðskiptaland og það er vitað að Kína þegar stríðið hófst átti mjög miklar olíubirgðir. Þannig að þú veist að Kínverjar hugsa ekki í kjörtímabilum, 4 ára kjörtímabilum eins og við gerum á Vesturlöndum. Stjórnvöld gera það ekki, það hugsa miklu lengri tímabilum. Og þess vegna eru algjörlega ákvarðanir að taka allt önnur þegar þú hugsar í 4 ára kjörtímabili eða hvort þú hugsar í mjög löngum tímabilum eins og Kínverjarnir gera. Þeir voru með miklar olíubirgðir og þannig að þeir hafa tekið ákvarðanir það en það kemur að þeir að ganga á þær. Þannig að þeir fara að hafa hagsmuni af því eða þeir fara að ganga verulega að þá fyrir olíuverði heimsmarkaðar að hækka ennþá meira og Austur-Asía verður enn verið úti heldur en núna er og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem náttúrulega Kína er innveldir, þeir eru risa verksmiðja, þeir þurfa orku og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi þá fara þeir að líta á það að það þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogarafl gagnvart eins og ég skilst gagnvart Íran og svo líka annað því að Kína er byggt upp sem útflutningsríkt hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríði að það heldur mikið lengur áfram þá hefur það bein áhrif á Kína þannig að þeir eru mest af því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið á vestræna markaði ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og Bandaríkin líka til lengri tíma litið en sérstaklega Austur-Asíulöndin sem þeir eru líka í mjög miklu sem eru háðum í viðskiptum ef að þau fara að lenda í miklu vandræðum að geta ekki keypt það sem þeir eru að framleiða þá náttúrulega hefur það bein áhrif á hagvöxt í Kína og það er eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá. Þá að tala að Kína beiti Íran þrýstingi og að skipið þeim að gefast upp fyrir Bandaríkjunum?
Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega. Þeir hérna beita þrýstingi mjög sjaldan, held ég, og þeir gera það sparlega. En ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það er hugsanlegt að bara stórveldin verði sammála það að það verði að leysa þetta. En þá náttúrulega mun Ísrael vera algjörlega á móti því. Þeir vilja ekki semja vegna þess að þeir líta á Íran sem bara það sem kallað existential threat. Það sé bara tilvistarógn af Íran. Ísrael það verði bara að ganga frá Íran í eitt skipti fyrir öll. En ef að þessi lönd verði alltaf sammála að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós sko að Trump hefur það farið fréttir því að Trump hafi talað til Netanyahu á þann hátt sem hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann verði bara á eigin vegum sko, varðandi stríði við Ísrael og Bandaríkin myndi þá bara draga sig úr málum Ísrael. Sko, Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkjunum en þau áhrif geta minnkað ef að heimsækjakerfið og er að fara í mjög alvarlega farveg þá verði Bandaríkin einlega að þá breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og negið sem að Netanyahu segist beita gagnvart Trump að það verði bara ekki tekið gilt lengur. Þetta er spurning, en ég er ekkert sem sé líklegt, en ég meina allavega sér maður ekki hvernig friðarsamningar á að nást núna, en ég held að hérna Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverja málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi, en ég sé ekki talið fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni. Og ég er alveg sammálaður að það er ekkert mjög líklegt, en ég meina ef að Kína fyrir að sjá fram á samdrátt á sína hagkerfi, þá er það mjög alvarlegt mál. Getur leitt í fjármálakrísu og ég veit ekki hvað og hvað og þeir hafa hvata til þess að reyna að beita sér, en málið er bara mjög slæmt en samt sem áður er það þannig að þetta er ekki eins stórt og alvarlegt stríð eins og menn að halda aftur af sér. Það eru erjur og það eru átök en menn að halda aftur af sér og þú sér það voru á tímabili sko þegar Netanyahu sagði sko ok við getum ennþá verið í stríði við Líbanon þó að það verið vopnahlé við Íran en núna er Íran farið að segja það ef að þeir ráðast á Líbanon þá ráðast við á ykkur og þannig að sko en Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það er eitthvað hlé á þessu og varðandi Íran þá er Trump segir að sé vopnahlé því að hann þarf að fá samþykki þingsins ef hann ætlar að halda áfram yfir 60 daga en auðvitað sko þetta er ekki algjört vopnahlé en þetta er ekki heldur alls þeirra stríð þannig að ég held að Íran gerir sér grein fyrir því og ég held líka í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka hvata til lengri tíma, kannski ekki, sko, ég held að tímataflan fyrir Íran er allt öðruvísi heldur en tímataflan fyrir Bandaríkin. Þeir geta beðið lengur. Þeir geta líka gengið lengra. Þeir geta lokað Rauðahafinu líka, gennum Hútís. En til lengri tíma, þá þjónar að líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað. Þeir fái til dæmis taka toll eða fái af eignir sinnar hafi verið frystar, fái þær greiddar eða viðskiptaþvingunum verið létt að þeir fái einhvað það sé eitthvað sem að Íran geti haft áhuga á og svo líka varðandi kjarnorkumálin að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varðandi kjarnorkum, það tekur langan tíma þú gerir það ekki á einhverjum dögum, það tekur langan tíma og það er munurinn á þegar Bandaríkin er að tala við Íran þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnorkuvopnin og hvernig þeir reyndar ekki tala um kjarnorkuprógram Íran og auðgunin og úran og allt þetta, þeir vilja tala um það. Að meina Íranir vilja tala fyrst hvort þeir geta tekið toll á Hormússundi og hvort það sé að þeir fái eignir sem er búið að frysta erlendis greiddar, hvort þeir setja létta viðskiptaþvingunum. Þannig að þeir að tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan. En ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega
minnka, sko, Íran vill örugglega gera einhverja tilslakanir ef þeir fá eitthvað til lengri tíma. Þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverðan slagkraft gagnvart Trump, en ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluvert fyrir þá. Ísraelar muni vera sennilega á móti því, en ef allt heimsækkerfi er að fara í mjög erfiða skorður, þá getur verið að Trump geri eitthvað sem Ísrael vill ekki, eða Ísrael bara hreinlega ákveði það að staðan sé þannig að þeir verði að sætta sig við tilstakanir við Íran sem áður voru óhugsandi. En það er engin hernaðarlaust, og þú varst að tala áður þessar svona styrjaldir. Ef við bara skoðum eins og með þegar ráðist inn í svona lönd, stór lönd, svona þróunarríki eins og þeir eru, þá höfum við séð það, sko, að það kemur ekkert á óvart að það gangi illa. Við sáum það í Víetnam, hvað Bandaríkin gekk illa þar, Kína gekk líka mjög illa þar, þeir stríðust 79, síðasta stríð sem þeir tóku þátt í. Við sáum Afganistan, Sovétríkin réðust þar í 79, gekk mjög illa, Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa, Rússum gengur treglega, erfiðlega í Úkraínu, þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur á svona stór lönd og fjölmenn, þar sem að fólk er mjög ákveðið í að verja sitt land, að þá verður þetta allt mjög erfitt, jafnvel þó þú sért stórveldi eins og þó þú sért Sovétríkin, þó þú sért Bandaríkin eða þú ert Rússland. Þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum með Úkraínu að þetta er mjög erfitt stríð og víglínan hefur lítið hreyfst í þessi hér meiri 4 ár að það stríð hefur staðið yfir. Það eru lengra heldur en Kóreustríðið, ekki lengra en Víetnam, það eru mörg ár í það. En ef ég má fara með því til Evrópu, að því að þú nefndir áðan með upplausn NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig tilbaka, það verið óvíst hvort að það héldi, þannig að það er mikil svona öryggisvandi einn og sér, en svo er stríð inn í Evrópu, þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörg þessar landa treystu á sem svona burðar afl í sínum vörnum, en það er Úkraínustríð heldur áfram og svo er stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og olíuverði sem að Úkraínustríðið var þegar búið að gera hafði mikil áhrif á orkumarkað Evrópu, þegar mistu eiginlega viðskipti við að stóru leyti við Rússland. Það hefur verið talað um að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það er dabari hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfarin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð. Hvaða áhrif hefur þetta á Evrópu? Annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið þá ákvörðun að magna þá mjög hernaðaruppbyggingu til þess að verjast ógn frá Rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi. Daufur hagvöxtur sem að öllum líkindum mun draga saman og hugsanlega leiða til samdráttar með aukinni olíukreppu og samdrætti í alheims viðskiptahagkerfinu. Það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu, svona, líka það í þessari stöðu, það sem er svona verið að grafa undan álfunni öryggislega, líka efnahagslega, að þá er ekki alveg svona ljóst hver er hinn pólitíska forysta sem á að leiða álfunna til einhvers annars tíma. Það er frekar svona að fókusin er allur á að reyna að hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast. Já, sko, ef við tökum evrusvæði, sko, þá er ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú ert komið með fastgengistefnu og þú ert komið með mjög miklar takmarkanir á hvernig þú getur beitt ríkisfjármálum, þá er það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið er og evrusvæðið er. Þetta er svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru Seðlabanki Evrópu hefur oft lýst því yfir að skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu, að verði fólk
tiltrúin á Evrópusambandið og Evrusvæðið minnki og þá getur og langtíma hagvöxtur mjög lítill og svo framvegis og pólitísk ósamstaða og það mun geta haft áhrif á skulda hversu auðvelt fyrir Evrópusambandið og Evrusvæðið að taka lán. En það mikil ósamstaða og hluti þessu auðvitað treystu þessi lönd á þessum að kalla transatlantic link alltaf á Bandaríkin myndi vera góð og vera svona einhver aðili sem myndi halda yfir þeim öryggisreglum. En það tvennt sem hefur gert náttúrulega, það annars vegar að Trump náttúrulega hann eins og hann að hann að tala um America First Policy og hann horfir allt í samhengi viðskipta, hvað hann fær og hvað hinir fá sem nýtt og svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið með 3 stórveldi í staðinn fyrir að vera með 1 og þau eru að berjast sín á milli. Þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjanna miklu veikari. Bandaríkin 15% af heimssamfélaginu, mestalagi 20% eftir hvernig mælið það var áður helmingurinn. Þannig að Bandaríkin eru komið miklu harðari baráttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu. Það var eiginlega fyrirsjáanlegt. En ég reiknaði með því, bara þegar ég verið ráðstefnulega í Bangkok, þá hélt ég að Bandaríkin færu að færa sig til Austur-Asíu að Austur-Asíu eina heimsálfan þar sem land sem getur orðið keppið til Bandaríkjanna. Rússland stendur ekki jafnfætis Bandaríkjunum. En Hilmar, hvað eiga Bandaríkjamenn að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað eiga að gera til þess að hefta vöxt Kína? Ég ekkert að segja eigi að gera. Ég er að segja út frá þeirra hagsmunir. Það eru margir sem að meta þannig að það séu hagsmunir Bandaríkjanna að halda aftur af vexti Kína, en hvaða aðferðir hvaða tæki hefur Bandaríkin til þess? Bandaríkin vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri álfu eins og þeir hafa í Ameríku. Þá erum við ekki að tala bara Norður-, Mið- og Suður-Ameríku. Bandaríkin algjörlega ráðandi á því svæði, eins og við vitum. Bandaríkin, þessi stórveldi, vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku. Hvernig ætlaði að koma í veg fyrir það? Það eitthvað sem góð spurning og það það sem ég held að sé mjög erfitt, þannig að Kína, það var hægt að halda aftur, Sovétríkin voru líka þannig á þeim tíma, þá voru þau ógn við Bandaríkin, en þau voru aðalega þá í Evrópu og þess vegna var NATO stofnað. Þá voru þau ógn og þá átti að halda aftur af Rússlandi, en eins og við höfum talað áður, þá gastu að halda aftur af Sovétríkjunum því þau voru ekki í utanríkisviðskiptum og þá gastu einangraðu annars að skaða sjálfan þig. Það ekki hægt með Kína og við höfum talað það áður að þú getur þetta ekki. Þetta containment policy sem var notað gagnvart Sovétríkjunum, það gengur ekki upp í gagnvart Kína. Og ég alveg sammálaður í því, en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China. Og það byrjaði með Donald Trump. Áður var talað að engagement with China. Kína var hleypt inn í alþjóðaviðskiptastofnunina 2001 og Bandaríkin leyfðu það. En síðan svona 2016-17 þegar Trump tók við, að þá var tekin upp einangrunarstefna að einangra Kína. Ég held að sé alveg réttur. Það ekki hægt, en það mun verða þessi spenna og ég held að Bandaríkin myndu færa sig meira til Austur-Asíu og Kína veit alveg það að Bandaríkin vilja halda við þessu valdajafnvægi í Austur-Asíu. Þeir vita það alveg og þeir skilja það alveg. Þannig að það kemur held í stjórnvöldum í Kína ekkert óvart að Bandaríkin séu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður-Kóreu, Filippseyjum, Ástralíu til að halda valdajafnvægi í Austur-Asíu. Það komum ekkert óvart. En ég held að hvorugt landið vilji fara í stríð. Ég held að Kínverjar hafa engan áhuga að stríði við Bandaríkin og Bandaríkin hafa engan áhuga að stríði við Kína. En það verður að halda ákveðnu valdajafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í álfunni. Já, en til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur að Kína þá þyrfti Bandaríkin að vera með trygga bandamenn eiginlega þarna allt í kring, Japan og Kóreu en líka Tæland og Indónesíu og guðum auðvitað hvað að tryggja það að Kína ná ekki ráðum yfir Kínahafi og öðru slíku. En þessi lönd hljóta að horfa til Mið-Austurlanda þar sem að stuðningur Bandaríkjanna
það er svolítið afhjúpast að það getur verið það versta sem þú lendir í að vera með bandarískar herstöðvar þegar að Bandaríkin eru að herja á andstæðinga sína, að þá verður þú skotmark og það minnst að hafa líka komið í ljós í tolla málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja viðskipti hér og þar að það fylgdi því eiginlega alltaf að þótt að hann hefði skrifað undir einhverja samninga við Kóreu og eitthvað fleira, að þá stöttu síðar fréttist af því að Kóreumenn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína, vitandi það að það er ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem að hegða sér svona með því að hækka tollana og eitthvað fleira. Þannig að við verðum einfaldlega til þess að tryggja okkar hagsmuni, að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamleg samskipti við Kína heldur en að taka þátt í þessum vilja Bandaríkjanna sem heimsveldi allt annað staðar í heiminum til þess að halda aftur að Kína. Þannig að það sem ég er að meina, ég sé ekki hvernig þeir ætla að gera þetta vegna þess að leið og þau beita sér að það vinnur eiginlega gegn þeim. Já, sko, það er mjög óvinnlegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gagnvart bandamönnum og það auðvitað líka það sem hann gerði við því að hefja stríðið í Íran, þá fyrst var þyngsta höggið á Austur-Asíu og þar eru bandamenn Bandaríkjanna sem eru alveg berskjaldar og þetta var gert á nokkuð samráðs við þá. Og svo náttúrulega líka þetta, eins og séu við Persaflóana, þessar herstöðvar sem þarna eru, hafa orðið fyrir árásum og það er spurningin, alla Bandaríkjanna byggja þær alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við Persaflóana byggja þessar herstöðvar upp. Þannig að þú eru líka skotmark, en ég meina, auðvitað samvinna milli Bandaríkjanna og þessara landa við í Austur-Asíu, en þessi bandalög er að veikjast. Trump leggur minni áherslu á bandalög, hann telur að Bandaríkin geti gert hluti einn. Og gagnvart samt Evrópu, það sem er svo skrítið með Evrópu er það, Evrópa svolítið haga sér eins og smáríki gagnvart Bandaríkjunum og gagnvart öðrum, en Evrópa er einhvern veginn að safna óvinnum. Það er stríður Rússland vegna innrásarstefnunnar í Úkraínu sem er út af þessi skiljanlegt, það sem er ekki skiljanlegt, af hverju var Evrópa ekki tilbúin við tala að semja núna, af hverju voru ekki tilbúin að fara í samningaviðræður miklu fyrr. Svo er sambandið við Bandaríkin og ofboðslega slæmt að því Bandaríkin vilja draga sig úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjudýr á sér lengi og vilja ljúka því og jafnvel fá endurgreitt og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem er í gangi. En svo er Evrópa líka í mjög slæmum samskiptum í Kína. Þannig að það er verið að safna óvinnum út allan heim fyrir álfu sem er í þeirri stöðu að hún er háð Bandaríkjunum ennþá í varnarmálum og verður það töluvert lengi þó að það segist það hernaruppbygging, að þá eru slæm samskipti við Bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja. Ég meina Trump hefur reynt að semja, honum hefur verið útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkfæri Pútín. Þetta hefur pirrað Trump, því það Trump hefur ennþá minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það er engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag, skilst mér, í öryggismálum eins og var. Og þú nefndir að forsætisráðherra Danmerkur sem var líka NATO, var að tala að stofna Evrópu her 5% af verkefni landsframleiðslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væru í þessu varnarbandalagi, þeim sem ekki myndu vera í því, þeim myndu bara hent út og þetta er gert án Bandaríkjanna og þetta er allt voðalega sérstakt hvernig á að standa að þessu og maður velti fyrir sér með Íslanda sem að virðist bara hvað er að gerast hér, maður áttar sig ekkert á því hvað er verið að tala hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við verðum í skjóli landa sem ekki geta varið sig. En Hilmar, er einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eigin vegum vegna þess að þið geta ekki treyst á Bandaríkin á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð andstæðingur Evrópu. Ég sagði hérna nú upphafi þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu meðan það er ekki friður á milli Evrópu og Rússlands. Já, það er bara hugmyndin í Rússlandi svo að það eigi ekki að semja við nokkuð, það er ekki hægt að semja við Rússa. Þú sér það sko, Pútín vill fá Gerhard Schröder til þess að semja frið í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði forystu að komast að gasleysinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta var gríðarleg lyftistöng fyrir þýska innveldið sko.
það væri hagvöxtur í Þýskalandi í dag ef þessi leiðsla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talinn svikari af því að hann var að gera viðskiptasamninga, gera fjárfestingarsamninga við Rússland. Angela Merkel, hún hefur haldið því fram að harðlínustefna Eystrasaltsríkjanna og Póllands hafi verið valdurinn af því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún alveg hálfgerður svikari að mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjunum og Póllandi og ekki að nota hana til að semja heldur. Og hún vildi ekki Úkraínu fara inn í NATO, frekar en forseti Frakklands, þannig að hún tortryggð og núna Evrópusambandið þannig að þeir sem eru við völd þarna, Kaja Kallas sem fyrir með utanríkis- og öryggismál harðlínu manneskja gagnvart Rússlandi, hún vill brjóta Rússland upp í smáríki og beita Rússland mjög mikilli hörku og sem algjörlega óraunhæft og hún að mínum dómi algjörlega óhæf í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi aldrei vilja tala við hana. Og svo fyrirverandi forsætisráðherra Litáen, hann yfir varnarmálum Evrópusambandsins, líka algjör harðlínumaður. Og svo ertu með Dombrovskis sem forsætisráðherra Lettlands sem orðinn voðalega vinsæll fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann. Hann rústaði nú lettneska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáen sem leiddi til gríðarlegs fólksflótta og vandamála. Norðurlöndin hafa viljað stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðlínu. Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin eiginlega harðlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi. Þannig að við erum eiginlega harðlínan í Evrópu. Málið það ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 ára undir Norðurlöndunum nýlenda og það gekk nú ekki vel og samt höldum við að þetta sé ykkur ælegi vinir okkar. Þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningarlega og menntalega að við hafa góð samskipti við þessu lönd en í landhelgisstríðinu studduðu okkur ekki vegna þess að því að þau þjónuðu Bretum því að breska hagkerfið 170 sinnum stærri en það íslenska og þau bara farið eftir sínum hagsmunum, studdu okkur ekki. Eystrasaltsríkin studdu okkur, töluðu ekki vel okkur í hruninu 2009, eins og forsætisráðherra Lettlands, Valdis Dombrovskis sem orðið mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og íslenskir ráðherrar fara núna með stjörnur í augunum til Brussel til að hitta hann. Hann talaði mjög óvirðulega Ísland þegar Ísland lenti í hruninu 2008-2009 að við verum Ísland hefði sprungið í loftu og þannig að þeir töluðu mjög óvirðulega okkur og þessi lönd náttúrulega eru öll í þannig að þó að við höfum lýst yfir sjálfstæði, verið fyrstir að lýsa yfir sjálfstæði þessar ríkja, þá getum við ekki treyst neitt á þau, fyrir utan það að þau hafa enga getu til að verja okkur. Ég meina, Eystrasaltsríkin hafa enga getu til að vera í Ísland, jafnvel þó þau vildu það, en þau eru náttúrulega að hugsa fyrst sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á. Og svo náttúrulega Finnland sem á mjög hættulegu svæði og hluti Noregur. Þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og íslensk stjórnvöld skuli stilla sér upp á þessum aðilum algjör grundvallar misskilningur á stöðu Íslands. Staða Íslands allt annað. Við erum langt í burtu frá þessu svæði. Og við höfum átt að farsælt samstarf í Bandaríkin lengi og ég ekki auðvitað það samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp á svona hópum sem við höfum að hafa góð samskipti við þessu lönd og við erum á sameiginlegu vinnumarkaði, við erum í miklum viðskiptum við þau, það eru margir Íslendingar sem búa í þessu löndum og mennta sig þar og allavega þannig við höfum að halda öllu slíku opnu en að alltaf treysta á þessu lönd í öryggismálum sérstaklega þegar þau eru með svona harðlínustefnu, það er mjög slæmt. Auðvitað væri fyrir þessi lönd, núna stefna þeirra að fara í auka útgjöld til varnarmála, ég held að Litáen sé komið upp í 5% eða vel yfir og Pólland komið mjög langt og hinlöndin eru öll að fara í mjög mikið og þau hafa ekki efnað þessu alls ekki og svo fylgja Norðurlöndin líka. Þetta þeirra stefna, þeirra huga algjör fjarstæð, þú segir það. Ef að Evrópa, eða tvennt sem Evrópa getur gert til þess að minnka spennuna, annars vegar það að byggja upp hernað og kaupa vopn frá Bandaríkjunum, svona 70% af allir vopnum í Evrópu koma frá Bandaríkjunum og kaupa vopn frá Bandaríkjunum, eða finna langtímasamning við Rússland, einhvers konar fyrirkomulag, en þau telja það ekki koma til greina, aldrei. Frekar að eyða 5% af vergri landsframleiðslu
í hernað, heldur en að reyna að koma á eitthvað svona friðarsamkomulagi. Og Angela Merkel, sem að kanslari Þýskaland, sem ég held að hún hún vildi semja áður en Úkraínustríðið hófst, eða reyna að koma á eitthvað svona samningum, og hún var bara álitið vera svikari. Þetta hugsunin. Á meðan að staðan gagnvart Rússlandi svona slæm, þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnarmál sem dregur peninga dregur úr framleiðinni Evrópu og dregur úr hagvexti, eykur atvinnuleysi og þýðir það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í verkri landsframleiðslu mann, þjóðartekjum af mann. Hún dregst aftur úr, það verður hagkerfið ördeyða, það verður lítill eða engin hagvöxtur og ekki góð nýting á vinnuafli. Það verður flótti af fyrirtækjum annað og ekki sístur Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland. Svo til viðbótar á að vera í einhvers konar viðskiptastríði við Kína líka, sem að ég skil ekki alveg að það var líka að vera. Og allt þetta mun valda erfiðleikum fyrir Evrópu og við sjáum líka sem Bandaríkin sem Evrópa líka treysta á þessi mikli pirringur sem núna og ég held að hann muni halda áfram. Ég vil þó Trump hætti, hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkjanna og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það muni halda áfram vilja ná betri samskiptum við Rússland vegna Kína. Það þjónar svo augljóslega hagsmunir Bandaríkjanna. Þannig að Bandaríkin að stíga skref í þátt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum. Þeir eru ekkert að hugsa hagsmunir Rússland í því samhengi endilega. Þeir eru að hugsa sína eigin hagsmuni, sína stöðu í heiminum að reyna að koma á einhvers konar samkomulagi og einhverju regla á þetta en Evrópa lítur á það allt sem tóm svik. Og hún heldur, og Evrópa virðist halda það að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljóst að ekki hægt og það sem ég hef áhyggjur af það með Evrópusambandið er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða allt of mikið atvinnuleysi og léleg nýting á mannauði eins við þess að verið, að það sé lítill hagvöxtur, að það sé lönd sem sé með skuldakreppu, stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökin á sinni ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíða kynslóður eða á lönd í myntbandalæginu eða verður krísa þá verður að hjálpa þessum löndum. Þetta eru ekki lítil lönd eins og Grikkland, þetta eru stærstu löndin. Þýskaland er ekki aflögufært lengur en einn á. Þetta er vandi, en þetta er ekki aðalvandinn. Aðalvandinn er forystan. Aðalvandinn að við erum með eins og Kaja Kallas. Þú getur ekki náð neinum árangri með algjörri harðlínustefnu. Það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, ef þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ýtrustu kröfur í öllu. Þú verður einhvers staðar að slá af. Og það þýðir ekkert að hefja viðræður með hatri. Það verður að vera einhvers konar annar grundvöllur. Þess vegna miðað við þessa stöðu, og ég veit, ég var að hlusta á viðtal við forseta Eistlands og hann var að segja það að áður en Úkraínustríðið hófst það var ekki tekið neitt mark á þeim í Evrópusambandinu en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd heldur en var og ég var að nefna þessi 3 embætti við Evrópusambandinu sem þessi lönd eru komin í og ég sjálfur, mér er mjög annt þessi lönd, ég hef búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum þessara landa áður en það fór inn í Evrópusambandið og mér er mjög annt að þeim gangi vel en ég meina ég held að svona harðlínustefna, hún þýðir það að það verður ekkert samið við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök, það verður ekkert friðarsamkomulag í Úkraínu, það geta brotist út átök aftur og aftur, á meðan er Evrópa hálflömuð og dregst ennþá meira aftur og aðilar sem ráða þarna, sem eru með það í huga að eyða Rússlandi eða brjóta það upp í mörg smáríki, sko það er ekki líklegt til árangurs, en það er líklegt til átaka og það er það sem ég held að við vildum losna við. En það virðist ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt varðandi í Rússland að það megi ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það megi ekki tala við neinn. Mér útsötu við komu, Hilmar, alltaf gott að tala við þig en við skulum reyna að halda þessu svona í klukkutímanum. En það verður nóg að taka, kannski byrjum við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan heiminn. En takk fyrir í beili. Já, þetta var ferga þunglítið samtal en það verður bara að hafa það, þakka það fyrir. Þeirra það ekki. En við ætlum að halda áfram að tala Evrópu því að kemur til hans Björns Þorláks
kemur Hallgrímur Oddsson sem hagfræðingur og þeir ætla að ræða Evrópusambandið. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is